Komið sæl og blessuð. Í dag ætlum við að fjalla dálítið viðkvæmt málefni og í rauninni alveg lyginni líkast. Hjá mér Áslaug Einarsdóttir. Hún getum við sagt, bara móðir í fullu starfi að berjast fyrir því að fá umgengni við dóttur sína og búin að berjast í þessu máli í mörg ár. Saga hennar löng og stundum dálítið svakaleg en við ætlum að reyna að fara yfir helstu atriðin. Og við byrjum bara á byrjuninni, Áslaug. Þú eignaðist dóttur fyrir 16 árum. Já, einmitt. Og það þýðir, hún 16 ára. Og ég eignast hana og fæ að upplifa einhverja ást sem bara stærri en allt sem ég hef upplifað í lífinu. Já. Og ég sem sagt lifi mig inn í móðurhlutverkið og sem sagt hennar aðal önnunar aðili fyrstu ár. Þú varst ekki í sambandi við föðurinn neitt á eftir? Nei, sem sagt við skiljum þegar hún 2,5 og í framhaldi af því gerast atburðir sem að erfitt að tala hér bara til að heiðra dóttur mína og þannig að það gerast atburðir alvarlegir og barnaverndaryfirvöld skerist í leikinn og taka þarna ákvarðanir sem verða til þess að í stuttumáli að úr verður að ég sem sagt þarna með fullt forræði yfir henni næstu 3 árin þar á eftir og faðirinn umgengst hana í ákveðnu umgjörð til þess að tryggja hennar öryggi. Þannig að hann umgengst hana undir eftirliti? Já, með 3. aðila, en það var gert eins þægilegt og hugsaskatt bæði fyrir hann og hana. Þannig gekk það og hvernig gekk þetta svo næstu árin? Já, ég sem sagt þarna í háskólanámi, ég klára það og bara lifi mig inn í þetta móðurhlutverk og dýrka þetta barn og var alveg óþolandi að tala hana allstaðar við alla og sem sagt ég sem sagt lifi minni það gengur vel, við erum mjög nánar og ég klára þetta í háskólanum og en það sem setur strik í reikningin að ég móðir með fíknisjúkdóm. Þú ert með fíknisjúkdóm, já, en ert í bata núna? Í bata núna og á margra ára góð edrutímabil hann inn á milli en það fer að hallundan fæti hjá mér. Ég semst undir miklu álagi þarna meðana það sem sagt alls konar sem sagt umsátursatriði sem að tengjast þá hinu foreldrinu sem að það var mikið álag og áreiti þaðan og ég upplifi bæði ógn og ótta og raunveruleg skráð tilvik þar sem að lögregla og læknisheimsóknir staðfesta það að þarna var ýmislegt sem gekk á og það hjálpaði mér ekki með fíknisjúkdóminn þannig að ég fyrir að deyfa mig með sem sagt róandi lyfjum og þetta svo oft misskilið mæður með fíknisjúkdóm sem eru að reyna að standa sig eru að reyna að lifa af og ef að kvíðin og taugaveiklun þannig að þú getur ekki verið í eigin skinni og hugsað barnið þá hugsa maður, heyrðu, ég bara miklu betri mamma ef ég fæ eitthvað sem deyfir mig.
þetta viðkvæmt að segja, en þetta samt mikilvægt að segja vegna þess að sko það einhvern veginn ákveðið að þannig mæður séu bara yfirleitt engar mæður. Þú vilt meina þessu dæmdar mun harðar heldur en kallmenn? Já, algjörlega sko. Og þetta svo miskilið sko. Fíknisjúkdómur ekki æðri móðurástinni. Og var það aldrei hjá mér. Aldrei. Hún var alltaf stjarnan, hún var alltaf nummer 1. Og ég stóð mig og það komur öllum áttum frá virtum fagaðilum og leikskóla og öðrum að ég var ábyrg móðir sem liði minni í þetta. Og En síðar var þetta nota gegn þér og þú hefur skrifað það einmitt fordóma gagnvart konum með fíknisjúkdóm. Já, þetta að mínum mati fordæmdasti svona jaðarhópur á Íslandi og ótrúlegt að sko málstæðir þessara kvenna hafi ekki fengið sko svona þá umræðu sem það skilur. Já, og umgjörð og vernd vegna þess að sko það alltaf barninu fyrir bestu að þegar móðir snýr við blaðinu og stendur sig að sko að kerfið sjálft sé ekki hindrun við það að sameinast barni sínu á nýja leik. En á þessum tíma þá varst þú með forræði yfir dótturinn og það reyndar enn í dag. Já, sameiginlegt í dag. Sameiginlegt, já. Og eftir þetta þá hvað? Er stúlkan hjá pappa sínum alltaf viku og viku? Nei. Það var aðra hverja helgi. Og það var þannig að það eins þægilt og hugsast getur þar sem að fjölskyldumeðlumur í hans föðurætt sem var svo vettvangur sem hann umgekkst barnið, þannig að það var mjög þægilegt og þar sem að þessi fjölskyldumeðlumur hafði staðið með henni þegar framburður barnsins var þannig að það þurfti að styðja það sem barnið sagði og hver einasta móðir ætti að hlusta á barn sem lýsir yfir einhverju sem að hver einasta móðir myndi hlusta og leita til þeirra sem var á að tilkynna til löglega. Það bara lagaleg skylda og skylda hverja móðir að hlusta þannig á barnið sitt og ég gerði það. Þannig að þessi verndartilkynning þarna og hún er góð og gild og bökkuð upp á kerfið þar til að það snýst við. Og það snýrist við á einu degi? Já. Hvað gerðist? Það, sko, enginn myndi trúa þessu fyrir en hann myndi lendi því sjálfur. Það verður sem sagt algjör umsnúningur í máli sem var borðleggjandi. Það voru, áhrifaþættir hann inni. Það voru lögregluafskipti sem að þarna varð ég sem var að vernda barnið mitt og ef ég lýsi þessu atviki þarna 2015 sem að samkvæmt gögnunum sem ég hef safnað saman í heilt ár styðja, þannig að það ekki túlkunaratriði og ég vil taka skýrt fram að það sem ég hef þurft að í 1,5 ár vinna við það daginn út og inn að safna saman frumgögnum langt aftur í tíman til þess eins að skilja hvernig það gat gerst að verndartilkynning breytist í vopn gegn mér. Hvernig gerist það? Það gerist þannig að ég sem sagt með barnið mitt og faðirinn sem að hefur verið ógnandi og sem sagt heimilisofbeldi var sem sagt eitthvað sem hann hafði beitt mig með ógnandi hegðun og það sem gerist að hann kemur heim til mín við annan mann
og þeir ná að komast inn á stigaganginn í blokkinni sem við stelpan mín byggum í og þá var þessi gildi samningur að hann væri ekki með barninu og ég stend þarna með veikt barn í fanginu og 2 menn sem að reyna að hrifsa hana úr fanginu á mér. Hvað gerir móðir þá? Hún ýtir frá sér. Það sem ég geri vegna þess að barnið mitt og ég var í hættu. Ég sem sagt ýti við honum og hleyp upp stigaganginn og læs og eftir mér. En bara þú það sé á hreinu að hann hafði engan rétt á því að taka barnið þarna? Nei. Og það var úrskurður það hjá sýslumanni. Löggildur samningur. Svo 2 klukkutímum seinna eftir þetta kemur allur lögreglufloti sem var á vakt á höfuðborgarsvæðinu í litlu íbúðina mína. Það var umsátus ástand og þeir ryðjast þarna inn, taka barnið úr fanginu á mér og sem hágrætur. Ég látin sitja inn í eldhúsi og það er ekki verið að koma þarna til þess að venda móður og barn í hættu, heldur er ég orðin gerandi í heimilisofbeldi. Og hvernig lýsti það sér, það ofbeldi? Það er einmitt þarna þegar 2 fílendir menn koma að reyna að taka barnið úr fanginu á mér og ég ýti frá mér. Þannig að ég er orðin sú sem beitir ofbeldi þrátt fyrir skráða sögu mannað. Og hvar kemur þetta fram? Þetta kemur fram í lögregluskýrslu sem ég hef alveg ígrundað og sé núna að það skiptir máli hver þekkir hvern. Þarna... Og velti fyrir mig hvernig þú svona pen kona getur veitt 2 fullorðnum karlmönnum ofbeldi og heilu lögregluliði. Já, ég einmitt í þessari stöðu getur engin svona, venjuleg manneskja skili hvernig svona getur gerst. En það gerðist og sem sagt ég er orðin sakborningur og sá sem áður hafði verið sá sem að verndin sem sagt snerist að venda frá. Hann er orðin þolandi. Þetta kemur allt fram í lögregluskýrslunni? Já, og það er hvergi skráð hvaða gerist þegar 2 menn koma þarna inn. Það er ekki mark á því, en hins vegar vega orð sem sagt barnsföður míns og þessa manns sem ég hef svo séð að tengist ákveðnum lögreglumanni sem kom þarna inn og orð frá þeim vega þyngra heldur en sem sagt hið augljósa. Tekst þú ekki að tjá þig þetta atvik í lögregluskýrslunni? Ég skal alveg viðurkenna það að ég brjálaðist þegar 8 lögreglumenn komu heim til mín og hrifsuðu barnið úr fanginu mínu í stað þess að venda okkur fyrir þessari ógn og lét þung orð falla í garð lögreglumanna og ég get líka ekki verið pen þegar það er komið inn á öryggi barnsins míns og þá verði ég þessi ljóninja sem að venda barnið sitt og ég kann alveg að ég kann alveg líka vera ákveðin og ég var það og örvæntingafull og skildi ekkert og í staðinn fyrir að taka á því augljósa þá eru
öll gögn sem eru svo skráða þessum lögreglumönnum og eftir á hjá barnavernd sem hermir eftir þessari niðurstöðu, þá eru lýsingar á minni örvæntingu, þessum afleiðingum, alveg 10. Hún var æst, hún var ekki kurteis, hún var talaði fór í einu í annað, en það var aldrei skoðað þetta meinta ofbeldi sem ég átti að hafa beitt manninum, heldur fullyrt í lögregluskýrslu. Fékkstu ekki að tjá þig þetta? Fékkstu ekki að... Jú. Þessi sami maður í lögreglunni, ég var boðuð í sem sagt yfirheyrslu og 10. mín saga, en niðurstaðan var svo að það fekk engan hljómgrunn. Engan. En nú var alveg ljóst að hann var að brjóta þarna umgengnisreglur sem að var búið að gera áður, samning umgengni. Var ekki tekið á því? Nei. Þetta þarna er eitthvað sem á ekki geta gerst og gögnin bakka upp að ég er orðin sú sem er hættan, en hættan er orðin sá sem að nú er orðin þolandi ofbeldis og þetta eltir svo málið allt saman og þarna er ég komin í þá stöðu að vera einhvers konar og bara ofbeldisfull manneskja, sko. Og þetta átti eftir að fylgja þér? Já, alla götur síðan og gerir enn. En hvernig var umgengni þinni við dótturina háttað eftir þetta? Já, upp frá þessu þá er þetta allt skráð, barnaverndar yfirvöld koma þarna líka inn, ég fann handskrifaða nótu þar sem að daginn eftir þetta atvik kemur saman sýslumaður, félagsráðgjafar, barnaverndarfulltrúar og lögregla sem að koma öll saman að einu borði til þess eins að útbúa einhvers konar áætlun sem að felur það í sér að eingöngu í sér að núna er unnið að því að faðir fái umgengni við þetta barn, en hins vegar er ekki ég, sko. Ja, hann hafði áður umgengni við barnið. Já, en nú er unnið að því hörðum höndum að hans umgengnisréttur gengur fram yfir allt annað og sýslumaður bara daginn eftir gefur út sáttavottorð þótt að ég hafi ekki verið boðið í viðtal sem verður til þess að verður svona lykill inn í barnavernd sem svo tekur málið að sér og svo kemur það augnablik að ég er þarna með barnið og ég er hundelta barnaverndarstarfsmönnum sem að í rauninu eru ekki komnir til þess að vernda mig og barnið og það sem er rétt að heldur hins vegar upplifi ég þá sem bara andstæðinga mína og edrúmennska mín, henn er ekki trúað, þóttu að komi staðfestingar, blóðprufur og fullyrðingar starfsmanna hjá Virk og öðrum, þetta er öllu snúið á hvolf. Ekki nóg með það að þá gerast atvik þar sem að annar grunur kemur upp að barnið sé ekki öruggt með föður. Það er algjörlega slegið út af borðinu.
Nú verði ég að grípa inn í og Já, segja þér að þú sýndir mér þessi gögn já, og ég í rauninni alveg rasandi hissa yfir því að barnsfaðir skuli hafa fengið að umgangast barnið. já. Og það sem meira að það starfsmaður sem er sérfræðingur í málefnum barna sem að kemur á lykilstundum í sögu þessa máls, dregur málin úr rannsókn eins og þegar hún var 2,5 árs og þetta alveg skráð og hérna og síðar þarna með 2016 að þá kemur hún aftur inn og ógildir mjög skýran framburðan barns, gerir hann engu, áherslan barnið missir alla vernd við þetta. Eina manneskja sem benduð sú sem að átt að vernda okkur gegn og Hefur ykkur skýringu á því af hverju svona staðið að málum? Nú lítur barnaverndarnefnd og sýslumaður og allir þessir aðilar sem koma að málinu að þurfa að gæta hlutleysis. Í þessu máli þá var það ekki gert. Eða það verður að taka sjónarmið beggja aðila inn í myndina. Já, einmitt. En sko... En erum við þá komin aftur að fordómanum gagnvart fíknisjúkdómnum? Já. Sko, það einhvern veginn þannig að kona, móðir, fíkill, það þú ert í rauninni bara afgreitt. Bara réttlaus. Bara réttlaus og það líka annað. Það hægt að nýta fordómana og forsöguna breytinni jafnvel til þess eins að fela fyrri ferla hjá starfsmönnum sem átt að gæta hagsmuna barns brugðust, hafa vitað og halda áfram að gera það. Já, áfram að gera það og ég get ekki betur séð að þarna sé eitthvað ennþá hérna undir yfirborðinu sem þarf að ígrunda vegna þess að þetta svo brjálæðislegur umsnúningur að það sé hægt að snúa öllu málin á hvolf. Hvernig voru samskipti þín og dótturinnar þarna á þessu tímabili? Bara, þú veist, Nú hlýtur umgengnis sáttmálin, ef ég má orða það þannig, það hlýtur að hafa gilt áfram? Nei, Barnavernd Reykjavíkur tekur málið yfir. Þessi samráðsfundur gerði það verkum að ég er orðin eitthvað case þarna og ég komin þeir kalli þetta SG og verkefni þar sem allar stofnanir vinna saman í takt út frá þessari forsendu að nú sé ég eitthvað sem þarf að vernda barnið gegn. Og fékkstu þá ekki lengur umgengnisrétt við barnið? Það gerist þannig að ef ég fæ að ljúka þessu í framhaldi af þessu umsátri og umsnúningi í lögregluskýrslum gerist það að ég er með barnið mitt og ég er hundelt af barnaverndarstarfsmönnum sem að... Þú fékkst þó að vera með barnið áfram eftir þetta? Já, ég var með hann áfram, ég með hann áfram. Svo gerist það í framhaldi að þessi sami lögreglumaður mætir í óboðið eftirlit heim til mín þegar ég er að fara með barnið mitt í það úrræði sem börn fara í sem að lenda í því sem hún lendir í. Ég er þarna móðir með barn á leiðinni í það úrræði á vegum barnaverndar yfirvalda og þessi maður kemur í óboðið eftirlit. Bara einn lögreglumaður? Nei, þeir koma fleiri. Og enginn frá barnaverndarnefnd? Nei. Og á hvaða tilefni? Tilefni var
eftirfylgni og áhættumat vegna þess heimilisofbeldis sem ég sem sagt er sögð hafa beitt manninum og líka það að þarna voru komur upp einhverjar hann gekk líka sem sagt erinda barnsföðurs sem hafði þá farið á stað með ærumeiðingamál gegn mér og það tvinnast einhvern veginn saman í þessa heimsókn en þessi heimsókn er svo undarleg og ég ætla ekki að tíunda hana en þarna er móðir með gildi, falleg gildi, mentuð með borgaralegan bakgrund hafði hingað til fengið þá virðingu í samfélaginu að vera talin bara kona á framabraut sem að standa sig þarna breytist allt vegna þess að hann kemur hann í gættina og sem sagt ég býð hann velkomin og í þetta skipti ætla ég nú aldeilis að vera kurteis af því að ég var það ekki þegar þeir komu þarna átta saman og ætla að vera mjög kurteis og ég rétti hendina þessi lögreglumaður, hann sem sagt kippir að sér hendinni og það er svo erfitt að segja, þetta er svo lýgilegt en gögnin stiga það að ég hafi ráðist á valdstjórnina vegna þess að ég hafi hring í hendi sem var með einhverju skrauti á þegar ég rétti hend. Þarna var bara sett á svið af lögreglumanni einhver fáránleg situation til þess eins að fá það útkomu að ég er þarna handtekinn blá edrú á stigaganginu mínum í litlu blokkinu minni mér er hent út í lögreglubíl eins og hverju öðru kjötstykki látin dúsa í fangaklefa í 8 klukkutíma. Býtu, hver var skýringin á þessari handtöku? Ég réðst á valdstjórnina. Það má líka nefna það að daginn áður en þetta gerist að þá varð atvik þar sem að áhrifamaður sem hefur rödd í samfélaginu og tengdist málinu lét ákveðin orðfalla sem að gerði að verkum í rauninni að mitt bakland brást algjörlega og við það gerist þetta að þarna átta ég mig á því að allt sem ég hafði hingað til treyst á að þeir sem völdin hafa og eiga að passa mig gera það ekki og það sem er rétt er ekki lengur rétt og það sem er rangt er ekki lengur rangt þannig það sem ég átta mig á þarna nú er ég búin að missa öll mannréttindi og sem sagt Hvað verður barnið á þessum tímapunkti? Hver tók það? Upp frá þessu gerist það hratt og örugglega bara nokkrum dögum að barnamenn tekur þetta upp ég er send í meðferð og það var svo sem alveg ástæða fyrir því að ég þurfti að gera það af barnaverndaryfirvöldum og meðan á því stendur þá fær faðir án áhættumats og án eftirlits umgengni við barnið frjálst og yfirnætulag og án þess að það hafði nokkurn tímann verið búið að rannsaka þessa framburði. Það sést umgengninni fyrst en svo þarf að rannsaka það eftir á. Ég er send í meðferð og þetta gerist á meðan. Og barnið svo hjá pappanum eftir þetta?
Já, hann þá komið reglubundna umgengni í skjölum Barnaverndar Reykjavíkur eru sömu starfsmenn sem koma inn sem áður höfðu komið inn og verndartilkynningar úr öllum áttum og framburð barns eftir á umbreytt þannig að nú ég sú sem ásakar saklausan mann. Já, ég velti fyrir mér kemur þinn framburður ekki fram í öllum þessum gögnum? Hafðir þú enga rödd? Nei. Þarna, ég hef búin að missa allan trúveruleika og bara fyrir það eitt að vera með fíknisjúkdóm. Já, það var þægileg ástæða fyrir marga og líka kerfið sem að höfðu eitthvað á samvinskunni. Þetta eru rosalega þung orð sem þú kemur fram með núna. Já. Og margir verða ábyggilega hissa. Já. Því að barnavernda yfirvöld, sýslumaður og lögreglan eiga auðvitað að standa vörðum báða málsaðila, ekki satt? Auðvitað. Og það það sem... Férstu einhverja kæru fyrir þetta meinta ofbeldi? Nei, ég fekk nú ekki kæru fyrir þetta meinta ofbeldi sem var svo sem aldrei rannsakað. Þetta var bara Þetta liggur fyrir í lögregluskýrslu Já, þannig að það sem ég að segja ég þurfti að fara tilbaka og að ég búin að lesa yfir hverju einasta skjali þannig að ég bara fara eftir frumgögnum og leggja það saman í tímaröð þannig að úr verður að ég fer þarna í ferli hjá Barnaverndarnefnd sem að stöðugt að stýra umgengni við föður og svo fara þeir að athuga hvort að hún hafi kannski orðið fyrir einhverju eftir á og í leiðinni að þá ég tortryggð og ekki nóg með það fullyrt af barnaverndarstarfsmönnum að ég hafi ég væri orðin gerandi í þessu máli. Þannig að verndartilkynningar urðu núna að vopni gegn mér og svo gerist það að ég fer mér stilt upp við vegg, hreinlega og nauðbeygð samþykki sameiginlegt forræði og send svo í langtíma meðferð sem að mér veitti svo sem ekkert af og stend mig gríðarlega vel ég fer í meðferð í Krýsuvík og fæ frábær meðmæli frá fagfólki ég tók því mjög alvarlega vegna þess að móðir ástin knýr mann til þess að takast á við þennan fíknivanda sem að náttúrulega alvöru sjúkdómur og það mikil barátta að sigrast á því. Ég geri það þarna og í mörg ár og það gert dómsátt í leiðinni þess eðlis að við förum með samvelt forræði en hann fær lögheimilið. Og umgengni mín við barnið þarna þá önnur helgi löng og á að verða jöfn með tímanum eftir því hvernig ég stend mig. En þrátt fyrir ég standi mig og fagfólk styðja það og allir sjá það og algjörlega sanna mál frammi fyrir sýslumanni sem nú þarf að úrskurða það hvort að dómsátt sem hafi þá verið gerð sem ég að vísa í sem segir að ég eigi að jafna umgengni við barnið mitt og að lögheimilið eigi að færast ár frá ári á milli okkar. Hvernig verður framkvæmdin á þessu? Já,
sýslumaður þá 2018 leita ég á náðir þeirra þar sem að faðir fer ekki eftir lofurðum og sinni skyldu og sem sagt stöðulega í áróðursherferð gegn mér einhvern veginn til þess að verða þá einhvern veginn saklausari fyrir bragðið og ég sem sagt fer til þeirra og úrskurður sýslumanns ótrúlegur 2017 og 2018 vegna þess að þrátt fyrir skriflegt tálmunarmynstur og þrátt fyrir öll gögn sem sýndu fram á foreldrahæfni, sterk tengsl, viljabars, gögn sem sýndu það að ég var að taka mig á og ég var í miklum bata, það gilti ekki, úrskurðum var þvert á það og fullyrt að faðurinn væri ekki að tálma þótt að það væri ljóst. Þessi úrskurður fylgir svo inn í dómskerfið og næstu árin ég að berjast fyrir því að fá að fara sér eftir þessum úrskurði. Já. Og á ekki sýslumaður að beita dagsektum í svona tilfellum? Þarna var þetta frekar að framfylgja dómsótt þessa jöfnu umgengni. Já, sem þú fékkst ekki? Nei. Og það sérst úrskurða þvert á sannanir. Það gert. Og þegar þú spurðir ástæðinu fyrir því, hver voru svörin? Ég með þau skrifleg og það ótrúlegt að lesa þau. Svörin eru þau að þar sem að ég fái nú einhverja yfirleitt umgengni við barnið þá þurfi ekkert að framfylgja dómsátt það að ég fái lögheimili aftur og svo bæta þeir klausu við að ég haldi því fram að faðirinn sem sagt sé að tálma líka þarna skriflega og það tortryggt. Það ekkert að halda fram, staðreyndirnar tala sínu máli eða ekki? Nei. Þú fékkst ekki að hafa barnið þegar þú áttir að fá að hafa barnið? Jú, hún var hjá mér. En ekki í þeim ramma sem að skylda sýslumanns að framfylgja dómsátt sérstaklega þegar það foreldri sem að ber skylda til að hlúa að samskiptum barnsins við hitt foreldri því það náttúrulega hagsmuni barnsins gerir það ekki. Þessi úrskurður náttúrulega algjörlega þvert á allt eðlilegt og verður til þess að ég berst í gegnum allt dómskerfið bláedrú í vinnu, að standa mig og leita þá fer ég og leita til í lögfræðing og fer í gegnum dómskerfið allt saman og þá í rauninni að leita eftir þeim rétti sem var tilgreindur í þessari dómsátt. Já. Og úrverður þó eftir mikla baráttu að ég fæ þennan gilda umgengnissamning sem kveður á jafna umgengni við barnið. Það næst. En hins vegar það þannig að þegar málið fer frá það í hérastómi þá gerist aftur eitthvað sem á ekki að gerast að dómarinn hann úrskurðurinn verður sá að faðirinn heldur lögheimilisvaldinu sem hann náttúrulega kunni ekkert að fara með og það þvert á samningin. Þú áttir að fá lögheimilið, ekki satt? Jú. Til jafns við hann. Já. En þarna kemur þessi fordómar gagnvart mér sem móðum í fíknivanda. Og það skjálfest? Já, ég tortrið og það gert út og það virkar rosalega vel í kerfum sem að hafa eitthvað að fela og ekki síst
hjá feðrum sem að geta nýtt sér þessa fordóma og gert það móðir með bakgrunn en tortryggilegri. Nú komið árið 2026. Já. Og hvernig hafa síðustu ár verið? Já, í framhaldi af þessu að þá ég með jafna umgengni við barnið mitt og við eigum mjög góð ár og erum nánar og ég að vanda mig þarna, ég að leita til sálgreinis, Sæunn Kjartansdóttir, hún hefur staðið með mér í gegnum þetta allt saman, gefið yfirlýsingar það að ég þrátt fyrir allt og ég sé alls konar, þá ég heiðarleg. Ég góð, ef það má segja þrennt mig, þá ég heiðarleg, ég góð mamma og ég ekki hættuleg. Þannig að hún studdi þetta allt saman, að ég hafi gert rétt á sínum tíma og geri það enn. Það sem sagt, verður til þess að ég að á þennan góð, jafna umgengni nokkur ár, barnið þannig í skóla þá rétt hjá en faðir stöðuglega í sama mynstrinu gagnvart mér. En hann virtist umgengnisréttin, það ekki? Já, hann gæti ekki annað. En hvenær hætti hann svo að gera það? Hann sem sagt telur sig alráðan samt sem áður í lífi barnsins, sameiginlegt forræði á að vera þannig að það eru teknar sameiginlegar ákvarðanir, það var aldrei gert. Það voru bara hótanir og hann var að senda barnið í alls konar úrræði sem átt að ganga út á það að ég var í vandinn, þannig að það alltaf verið að rugla í sálarlífi barnsins þarna. En svo förum að hraðar, einmitt yfir sögu, þá fer að halla undan fæti hjá mér. Fíknisjúkdómurinn tekur sig upp aftur og bara þróast eins og hann gerir. Hann bara þannig að hann verður ljótari og sífellt erfiðari að halda 2 boltum á lofti, að vera ábyggileg móðir, menntuð kona og móðir sem elskar barnið sitt, og svo líka með þennan fíksjúkdóm sem tekur svo yfir líf mitt. Ég spyrji þig alveg beint út, hafði þessi upptaka fíknisjúkdómsins einhver áhrif á þig sem móður? Sko framan af þá var ég svona fungerandi þrátt fyrir að vera með barn og með pillur í vasanum sko. Og þannig blev svo merkilegt að sko ég vil spyrja bara, hvað góð móðir? Það sem ég þó veitt henni og var mér algjörlega umhugað var að byggja upp hennar sjálfsmynd og veit henni allt það sem mig skorti í æsku. Mér finnst mikilvægt að taka það fram að því að þetta oft svo miskilið að mæður með fíknivanda ekkert að djamma og skemmta þessar, það að lifa af. Þannig það í lagi framan af, en svo kemur þetta svarta tímabil sem ég gengst algjörlega við, ég missi algjörlega stjórn og neyslan verður verri, ljótari og dómgreindin fer og það stutt tímabil, það var svart, já, hún var vitni að mér í annarlegu ástandi og það var í lokin ekki orðið boðlegt, en það sem ég ger í framhaldinu, ég fer í meðferð í Karabíska hafinu sem fullyrt að sé bara besta meðferð í heimi og þetta semst, þá erum við komin í 2023 og semst
útskrifast þaðan eftir að hafa fengið fyrst sko alvöru meðferð, að því að við eigum ekki alvöru meðferð úr hérna heima með við þar. Þannig ég kem heim full eftirvæntingar til þess að bæta barninu mínu upp þann skaða að hafa séð mig í þessu ástandi þegar það var svartast, og gangast við því og horfi í augun á henni og segja bara mamma brást, svo að hennar upplifanir fá einmitt að gangast við þeim. Það tækifæri fekk ég aldrei. Þú hefur ekki fengið það tækifæri enn? Já, það er bara máli. Við, sko, eftir þetta ljóta fall ég í meðferðinni, en við erum í daglegum samskiptum í meðferðinni, ég og stelpa mín, myndsamtölum, mjög náð, mjög skemmtilegt, mjög uppbyggilegt, og náum svolítið að vinna bara úr þessu erfiða tímabili, og þannig að það jákvæð samskipti þegar ég kem heim og innilegir endurfundir. En svo gerist það á afmælisdeginum hennar, 8. mars 2024, að ég verð fyrir heiftarlegri líkamsárás. Þá bláeitru, og það var bara kolvitlaus maður sem sat mig, og þetta var gróf líkamsárás, og ég enda á gjörgæslu og það eru blóðprufur og ég er bláeitru og allt það. Þannig að barnið mitt kemur að mér svona illa útleikna á afmælisdeginum sínum, og þetta átti að vera skemmtilegasta árið og hafði mikið hlakkað til. Þannig að hún náttúrulega verður fyrir miklu áfalli að sjá mig svona. En í framhaldinu af því tekur faðir þetta þannig upp að nú enn og aftur ég er beitt ofbeldi, en nú er ég hættuleg samt, af því já. Af því að þetta gerðist? Já, þetta er orðið þá ástæða þess að hann sjálfur skriflega lokar öllum samskiptaleiðum, blokkar að síman hans. Ég fæ ekki að tala með hann, ég fæ ekki að sjá hana, ég fæ ekki að vita neitt, og þarna er hún að fara að fermast, og hérna við gátum ekkert undirbúið það, en ég hélt á fermingaveislu í sikuru lagi með sóma, og hún fermist, en svo verður útilokunin eftir það meir og meiri, og svo verður tálmunin ennþá meiri heldur en áður. Já. Hvaða svör fékkstu hjá sýslumanni þá? Sko, já, einmitt, þá komum við að því. Þá, sem sagt, ég leita náðir sýslumanns í örvæntingu, af því það hefur aldrei nokkur sinni gerst að við dóttur mín séum aðskildar á þennan hátt, og hið augljósa er að það er hann sem stýrir sem sagt þessari blokkun á samskiptum, viðurkenni það, en þarna erum við komin til sýslumanns 2024, fyrir 2 árum, þegar ég legg fram beiðni dagsektir. Það er þetta úrræði sem fólk fer ef það er tálmun, en nú kemur sami starfsmaðurinn sem er komin í aðra stofnun sem áður afgreiddi málin alltaf af borðinu, stöðvaði rannsóknir, túlkaði eftir á niðurstöður sem héldu ekki. Hún vísar málinu frá. Tálmunarmálinu? Já, 2024. Hún sem sagt á hvaða forsendum? Já, forsendurnar voru ekki vilji barnsins, af því að þarna eins og alltaf við gert er hún, dóttir mín, tekin í viðtal, og vilji hennar var bara að vera í samskipti við mig, en þessi
starfsmaður, hún semst lýsir því yfir í tölvupósti við mig sem ég á að það sé of stuttur tími liðinn frá því að ég hafi verið í meðferð og því þurfa að byggja upp einhvers konar traust og tala þá fyrir hönd dóttur minnar og hérna í framhaldinu á því að þá dreg ég mál tilbaka, hún segir að það sé eina leiðin, ég geri það og daginn eftir lokast samskiptin alveg. Og hafa ekki verið nokkur síðan? Meira og minna ekki. Þú myndist líka á það að þessi ákveðni starfsmaður sem var nú ákveðin örlagavaldur í þessu máli öll saman hafi brugðist trúnaði? Já, í framhaldi af þessu þá þar sem að tálmun sem hafði verið augljós verður núna fullkomið sambandsrof í kjölfarið á þessum inngripi sýslumanns. Ég leita aftur á hennar náðir og sýnir fram á það. En þá beinir þessi sami starfsmaður mér og sérfræðingur í málefnum barna og nú komið til sýslumanns í einkarekið úrræði. Þannig að ráðleggur þér að leita að einkareknu úrræði fyrir? Já, í staðan fyrir að taka á umgengnismáli, tálmunamáli og að framkvæma og framfylgja forræðinu mínu og umgengnissamningum og umgjörðinni, þá þetta fært yfir í einkarekið úrræði sem stóðst engin fagleg viðmið og semst úrræði sem að svona einhvers konar mikil tengsl við þessa mannesku hjá sýslumanni og svo komst ég að því að þetta úrræði sem að heitir tengslamatt vinnur líka undir hatti Barnaverndar Reykjavíkur en það sem gerist í svokallari tengsla eflandi vinnu þá sem sagt fæ ég ekkert að heyra neitt í 6 mánuði en á meðan á því stendur hrúgastuppreikningar sem ég greiði á meðan verið að dáleiða barnið mitt með róttækum dáleiðsluaðferðum og kólólöglegum og fyrir tilstilli þessa starfsmanns var þetta úrræði frá sýslumanni? Já, ég get ekki sagt að hann hafi ákveðið dáleiðsluaðferðir en mér beint í það úrræði og þetta úrræði var til þess gert og nú tala ég ekki út frá túlkun, heldur gögnum að frysta fjarlægðin algjörlega milli mín og hennar. Samskipti voru bönnuð í tengsla eflandi vinnu. Ég mátti ekki gefa henni gjafir, ég mátti ekki hringja hana og ég mátti ekki sína tilfinningar og alls ekki senda henni skilaboð. Í 6 mánuði fékk ég ekkert að vita þótt ég hafi sendt henni 10 tölvupósta og hringt en á meðan sem sagt hérna var það faðirinn sem mæti fyrst eins og alltaf með sína frásögn og sína útgáfu í takt við sýslumann og það gengið þarna út frá vitlausum forsendum í sálarlífi barns þannig að í þessum ferli sem hefur verið að dáleiða þá hefur verið að krukka í minningum og tilfinningum og upplifum barns og það kom svo í ljós og var algjörlega ólöglegt. En þó að þú hafi verið í þessu einkarekna úrræði eða hafi tekið því, féll þá umgengnisrétturinn niður? Tálmunin hélt bara áfram. Já, var það sem sagt að undirlegi þessa starfsmann sem sagði að barnið þyrfti að jafna sig eða? Já, í rauninni vegna þess að hún sendi mig úrræði sem gengur út frá forsendunum sem sami starfsmaðurinn með. Úrræðið
sko, engin bíómynd myndi halda framhaldi að þetta svo brjálæðislegt og það svo erfitt að tala eitthvað sem svona bilað. Ég fekk ekki eins og fá tengslaviðtal við barnið mitt á meðan þessi manneskja í tengslamati hélt utanum hennar bláþráð sem eftir var milli mín og bassins míns. Þá velta margir fyrir sér og meðal annars ég eru þetta eðlileg vinnubrögð hjá starfsmanni að útiloka móðurina svona? Nei, þetta stóðst engin fagleg viðmið. Hvaða svör fékkstu þegar þú var það þetta gamla góða að það mætti ekki rugga bátnum með barnið og... Já, það sem gerist það að hún, faðir náttúrulega eins og alltaf mætir hérna fyrstur, í óeðla nánum samskiptum við þennan fagaðila og sem sagt, hún vinnur út frá hans útgáfu. Talar aldrei við þig? Jú, það bara málið. Hún talaði við mig, hún þekkti málið, hún vissi betur, hún þekkti alla söguna. Hvaða skýringu gaf hún þá á þessu öll saman? Já, þetta á ég líka skriflegt að hún lýsiði yfir að barnið sé svo tætt eftir mína forsögu. Já. En það aldrei tilgreint sko, ég var alltaf að reyna að segja ok, hvað get ég gengist við hvaða atvik eru þarna, getum við unnið af þeim að ég vil ekki skilja barnið mitt eftir í rústunum á meðan ég að byggja mig upp. Þannig, en það koma aldrei skýringar þannig að þetta bara fullyrðingar. Hún sem sagt lekur öllum trúnaði allar áttir í fjölskyldu hans, mína fjölskyldu og það ekki fyrir 6 mánuðum síðar eftir allt þetta, eftir þennan undirbúning sem ég fæ loksins þetta tengsla viðtal við barnið mitt sem átti náttúrulega bara að vera frá byrjun. Þess að þú fékkst að tala við dóttur þína? Já, eftir allt þetta. Ég mæti loksins fullt eftir, bara tilhlökkunar að sjá hana og þá sé ég stelpu sem að ég varla þekkti lengur. Hún mætti með lista sem að faðir hennar hafði hjálpað henni að smíða og fagaðilinn hafði unnið með honum í því og sá listi sem blessa barnið mætti með var mig og mína fortíð sem að hún var sjálf ekki vitnað og náði langt fram yfir hennar fæðingardag. Hennar barnið þarna orðin varnar aðili fyrir föður sem að hafði stundað það að ógilda mig sem manneskja og móður með miklum óhróðri, lýst yfir einmitt í þessu tengslaviðtali kemur hann inn niðra mig fyrir fram að barnið, sami starfsmaður hrósar honum fyrir það og meðan ég benda á augljósa þess vandinn snýr að því að það verið að tálma og að þessi maður vill ekki að við náum saman. Það var bara sleið út á borðinu og ég sakborningur í eigin tengslavinnu og þessi fagmanneskja orðin einhvers konar dómari. Þannig að þetta var til þess að gera algjörlega út á tengslin. Og svona staðan í dag? Já, þetta var þessi manneskja hefði geta verið einmitt svo sem að hefði geta bjargað þessu á örlagstundu en það unnið alveg omvend og engu líkara en að fólk hafi vitað nákvæmlega að sannleikurinn væri allt annar. Þetta í rauninni alveg ótrúlegt þó ég segi sjálf frá að opinberir aðilar sem eiga að gæta hagsmuna beggja foreldra, sem sagt móður og föður og barnsins, ekki síst barnsins, skuli vinna svona. Já, og í einkareknu úrræði sem
sko, þetta hefur verið kært til landlæknis, mjög skýrt brot, og það sem sárast að barnið mitt fær á ekki séns í að hafna ekki mömmu sinni. Barnið mitt á ekki séns í að vinna út frá sko sinni sögu, sínum sárum, heldur þeim breytt og unnið statt og stöðugt í því, og hún þarna, veit ekki sitt rjúkandi ráð, og svo kemur nýyrðið, móðir ekki í jafnvægi. Og þannig eru mín örvæntingafullu viðbrögð við þessum óskapnaði og óréttlæti, það alltaf orðið sko, þannig að afleiðingarnar verða svo orsök eða ástæða og ástæða fyrir enn meiri útilokun, að því að núna var móðir í þessari stöðu ekki jafnvægi. Þannig að þú hreinlega átti ekki viðreisn von í þessu máli. Nei, þarna kom, sko, svo skýringarna varð alltaf svona fjarstæðukendari og barnið situr eftir og skilur ekkert, veit ekki neitt, en veit bara það, meðan við allt þetta, þá mömmu ekki treystandi. Eða þá, hún má ekki segja uppátt undir þessu ægivaldi sem hún í sína sönnu rödd. Og en hefur hún aldrei farið ein í viðtal? Ég meina, án þess að nokkur sé að hlusta á hana, pabbennar eða einhver hagsmunaaðilar? Nei, sko, þessu var stilt upp þannig að faðir beið fyrir hinum megin dyrnar á meðan að viðtölum stóð, og var fyrstur til að fá allar upplýsingar, trúnaður var engin, tengslin okkar fengu enga vernd né skjól, og allt fór í pabbinar, og hann sko, já. Hefur þú reynt að tala við barnsföður þinn? Ég hef reynt alla leiðir til, þrátt fyrir allt, að höfða til þess að sættast, að fyrirgefa, að barnið þurfi ekki að bera eitthvað óuppgert, óréttmætt hatur. Ég hef reynt allar mögulegar sáttaleiðir, hann slær á þar allar. Hann ætla sér ekki að setja hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. Þetta gengur allt út á að halda andliti. En hvaða úrræði hefur núna? Já, einmitt. Áslaug. Út frá þessu, upp frá þessu, gerist það að ég leita aftur á náðir sýslumanns. Tengslavinnan ekki að virka, það nokkuð ljóst. Og það sem verra og ég ætla að bæta því við, að sko, barnsfaðir lýsi því yfir í riti og ræðu að hann vill ekki að barnið sé umgengni við mig. En svo bætar alltaf við að því það hún sem vill það ekki. Já. Sko, sá sem að stýrir aðgenginu og sá sem að heldur okkur aðskildum líka sá sem að tjáur viljanar, og Þannig að þetta pínlítið vonlaust hjá þér að fara þessa réttu leið að hlutunum. Já, en svo gerist það. Ég fyrir aftur í október 2025 aftur til sýslumanns og sýniði fram á það. Þetta hafði nú bara aldrei ekki gengið og tálmurinn væri ennþá mjög gróf, og beiðni mín dagsektarmál þá enn í gangi 6 mánuðum seinna, og ég með öll þessi gögn, minnistusgreiningu, orðræðugreiningu, ég get sýnt fram á það að hann svarar
símanum hennar með sama orðalagi, hún notar líka sama orðalagið, hún í tryggðarklemmu, býr við óttastjórnun og þrátt fyrir mjög skýrt tálmunamynstur þá grípur sýslumaður samt ekki til þess að sinna þessu dagsektarmáli sem á að vera fyrstu málin sem þau taka á og það ennþá 6 mánuðum síðar ég fæ engin svör. Engin svör? Nei. Þó þú spyrir af hverju þetta sé svona? Já, og sko enn bilaðra það að því fleiri greinagerðir sem ég sendi inn því verra verður allt. Því meira sem ég sýni fram á hið augljósa því meira fyrir kerfið í vörn gerir mig tortryggða að hún skrifa svo mikið. Hún bara ekkert í jafnvægi. Ég móðir sem vakna hverju einasta morgni og allt í mér vill bjarga barninu mínu sem bara í næsta hverfi en hver tilraun sem ég beiti vinnur gegn mér þannig að aftur eru mín viðbrögð og mín sem sagt bara móðurlega skylda að vernda barni í svona stöðu því hún í skelfilegri stöðu það snýst í höndunum á mér og þá spyr ég, hver eru næstu skref? Já, einmitt. Sko... Ertu ekki búið með öll úrræði sem að hægt að beita? Jú, það engin, nú stend ég ein í þessu. Ein kona sem á ekki að eiga séns, á ekki að eiga rödd, það að trúa öllu slæmi upp á hann og klína á hann öllum sökum. Stjórnsýslan nýtir sér þetta í staðan fyrir að sýna það mannúð að auðvita þegar kona rís upp það á barni að fá að njóta góðs að því hagsmuni barnsins eru löngu horfnir úr myndinni og ég fæ ýmist engin svör barnið svo inn í þessum aðstæðum eftir fullkomið sambandsrof eftir dáleiðslu aðferðir eftir fullyrðingar manns fyrir fram að barnar og hótanir það að hann ætli nú bara hreinlega að komur fyrir kattanum fyrir fram að barni hún svo kölluð í viðtali á sýslumanni og á nú að lýsa afstöðu sinni. Meinarðu núna? Já, bara núna nýverið gerðum það. Já. Og ég hafði búin tala við... Er þá málið í ykkur í vinnslu núna? Já, en það komið niðurstaða úr viðtalinu. Já. Og barnið sem að veita hvert orð fer í hitt foreldrið í þessari stöðu hún veit ekkert akkurat þessum en hún með tilbúna varnaræðu þetta snýst ég örugglega bara mamma ekki jafnvægi og kemur það fram í þessum úrskurði? Já, í viðtalinu við hana og í staðin fyrir að sjá barn í skelfilegri stöðu í hollustu klemmu á faðir sem lítur á hana sem eign sína alltaf hinum megin við dyrnar hvar sem og þetta eina skipti sem við fengum að fara á kaffihús saman þá beið hann út í bíl þetta allt svona það ekki einu sem tekið tillit til þess að barn í þessari stöðu ekki með frjálsan vilja. En aftur að stöðunni svona í dag, hvað næst? Já, þetta var að segja. Tíminn að hlaupa frá okkur. Niðurstaðan úr þessu viðtali svo svakaleg. Það ein setning og hún svona. Ekkert bendi til þess að barnið sé undir áhrifamætti hins foreldrisins. Það staðan í dag. Og þá nokkuð annað eftir nema bara dómskerfið? Nú hef ég sótt bráðabröð umgengni við hana. Það hafa liðið 100 dagar síðan ég gerði það. Engin svör. Þannig að þetta
sko, sýslumaður á að vera sá sem gæti réttinda barst til að þurfa ekki að hafna öðru foreldri sínu til að lifa af. Það nú hreinlega bundið í stjórnsýslulögum að opinberum aðilum ber að svara innan ákveðins tíma. Já, sko, þetta ekki búið, það verður áhugavert að sjá hvað verður gert næst, en aðeins kannski að koma inn á það að þegar hann sendir hana þarna án mín samráðs til útlanda eins og hann gerir oft, úrverður alvarlegt atvik á Keflavíkurflugvelli, hótanir sem eru þess eðlis að það voru margir vitnisburðir sem voru mjög alvarleg fyrir fram að barn og í munngarð að ég fengi aldrei nokkuð tíma að sjá hann aftur fyrir utan allt sem hann ætlaði að gera mér. Þetta er til að upptöku, ég fyrir með þetta í lögreglan gerir ekki neitt, barnavernd gerir ekki neitt, sýslumaður er búin að fá svo upptöku og núna býð ég eftir því að fá svör við því hvort að sýslumaður ætli yfirleitt að taka afstöðu til þess hvort tálmun sé að ræða, en núna virðist að vera þannig að þeir fela sig á bakvið vilja barnsins í þessu viðtali. Áslaug, þetta er löng og erfið saga og við höfum ekki komist yfir nema brot af því sem að hefur gerst, en barátta þín er greinilega ennþá yfirstandandi. Ég ætla að spyrja það að lokum, hvernig líður þér? Ég er burt sér frá öllu þessu vafstri í þessari baráttu, hvernig líður þér sem manneski og sem móður? Hvernig áhrif hefur þetta haft á þig? Það tapa allir í svona. Ég er baráttukona, ég er fætir og þú veist, móðureðlið mér er alveg svolítið Þannig að þú hvergi nærri hætt? Ég hætti aldrei og þess vegna er ég hér, en ég er hér líka vegna þess að ég þarf á okkur að halda. Það er engin dyr sem ég hef ekki bankað á, það hlustar engin á mig, ég er með gögn og ég vil þakka samstöðinni fyrir allt sem þið gerið. Ég bara þetta er svo mikilvægt framtak að fá að koma og segja svona frá þegar maður stendur frammi fyrir bákni sem er með ægivald yfir manni og þetta er svona eins og Davíð og Golíat en Davíð vann Golíat, við skulum ekki gleyma því, og ég er virkilega að vonast til þess að stjórnsýslan og þeir sem þetta heyra taki það til sín, hafi samband við mig og bjargi barninu mínu undan þessari skelfilegu stöðu sem hún er í. Hún fá að vera frjáls. Ég vil sjá barnið mitt frjálst. Hún á ekki að þurfa að velja á milli móður og föður og hvað þá að bera harmleikin sjálf. Áslaug, þetta eru frábær lokaorð. Þakka þér innilega fyrir innlagnina og hreinskilnina. Það er ekki á allra færi að tala svona persónuleg málefni og við sendum þetta út í kosmosið. Já. Viltu segja eitthvað að lokum? Bara örstutt. Það sem ég langar að segja er það að hvernig það getur gerst að móðir í bata þurfi 2 ár. Því meiri sem batinn verður, því fjarlægari verður dóttir mín. Það er mikil skekk í þessu og ég vil taka það fram að þetta á ekki að viðgangast. Ég veit mæður sem hafa lent í þessu. Það eru margar eru bara farnar, lifið ekki af. Ég sjálf ger ekki annað en að vinna í þessu. Þetta er bara tekið yfir lífið mitt. Tekið yfir það. Og þess vegna er ég með þetta gríðarlega gagnasafn, en ég vil bara bæta því við. Já, á hverju morgni vakna ég með andköfum af því að ég veit að barnið mitt er í hræðilegri stöðu og mér finnst ég vera föst í ykkur neti og það herðist bara hnútur í mig hverja hreyfingu. En ég vil samt segja, ég stend upprétt af því ég veit að ég er
ekki þessi móðir sem hefur verið að fullir að ég sé. Ég ekki þessi stimpill. Ég neita því að vera skilgreind út frá veikindum. Skil þig. Og það líka baráttumál. Og eitt að lokum. Það bara Guð sem komur í gegnum þetta. Ha? Það var bara Guð sem komur í gegnum þetta. Þetta ekki dásamleg lokar? Jú. Gangið allt í haginn. Takk fyrir. Þetta mér lokið að sinni. Heyrum síðar, verðið sæl. Takk. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.